sæl, öllsumul. Það ekki rétt hjá mér að við erum orðin live? Takk. Mér langar bara að byrja því að bjóða ykkur hjartanlega velkomin hérna og þakka ykkur fyrir að koma. Langar að þakka ykkur sérstaklega fyrir að koma og sýna fjármálum sveitarfélagsins áhuga. Því að það ekki alltaf þannig að fólk nenni að koma á íbúafundi og mér finnst þetta til mikillar fyrirmyndar hvað margir eru mættir hérna. Bara takk fyrir það. Það var íbúafundur daginn stóra tunnumálið og ég held að það mætt 10. Þannig að við erum í góðum málum. Ég ætla að stýra þessum fundi hér, verð með skipulagið og spurningar þar á eftir, en þetta verður þannig að Róbert Ragnarsson og Magnús Kristjánsson mun koma frá KPMG og vera með kynningu og þeirri vinnu sem búin að vera að fara fram. Síðan mun hann Bragi koma upp og fara yfir það sem framundan og áætlunina til framtíðar. Og síðan ætlum við að hafa spurningar í gegnum forrit sem heitir Slido, en það til þess að allir geti sendið spurningar líka þeir sem eru heima. Því það alveg hópur af fólki sem að horfa á þetta í streymi og þannig getum við náð svona ákveðnu jafnræði. Við fáum fólk til að hjálpa okkur með það eftir hvernig það virkar, en það er svona nútíminn. En ég ætla svo sem ekkert að hafa einhvern inngang á þessu því að það kom allt fram í gær í fréttum sem að ég hefði mögulega getað sagt ykkur núna. Ég hefði gjarnan viljað geta sagt ykkur það núna og þannig átti það sannarlega að vera, en svona lífið. Maður leggur upp með eitthvað plan að byrja á því að vera með forstöðumannafundi við daginn og íbúafund örlítið seinna, en svo aðeins komum við fjölmiðla og það allt komið í fjölmiðla sem mun koma hér fram. Þannig að það kannski verða vonbrigði þessi fundur því að það kemur ekki mikið meira fram heldur var þar, en ég þakka ykkur engar síður mjög fyrir að koma því að við ætlum að fara yfir þetta, hvernig þetta hefur verið, af hverju við erum á svona stað og hvert við erum að stefna. Við erum mjög við höfum mikla trú á þessari vinnu sem við höfum búin að leggja í og við höfum verið öll samstíga, öll bæjarstjórnin í þessari vinnu. Verkefni ærið en það ekki óyfirstíganlegt og það mikil tækifæri sveitarfélaginu Árborg eins og hafa verið hingað til og við þurfum bara núna að vanda okkur og fara í ákveðna hagræðingu og ég held að það sé öllum hollt að skoða og líta aðeins inn á við og við höfum verið með allokkar starfsmenn, hagteymi og forstöðumenn í þessari vinnu og það gengið gríðarlega vel og ég vil kannski nota tækifæri núna að þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þá vinnu sem þau eru búin að leggja í í rauninni þennan undirbúning. En ég ætla ekki að hafa mitt mál neitt lengra því að ég tek svo við eftir í restum þegar kemur spurningunum en ég ætla bara að bjóða þeim hjá KPMG Magnúsi og Róbert að koma og þeir munu fara yfir þessa kynningu og þessa vinnu sem við erum búin að vera að vinna á síðustu mánuði bæjarstjórnin. Gjörið svo vel. Góðan daginn. Gaman að sjá okkur svona mörg. Og það eru, þar ég var nær mikrofónum, gott. Og það eru 400 manns að fylgjast með í streyminu, þannig að þetta er orðið vinstætlega en gíslamarkið. Ég heiti Róbert Ragnarsson og kem frá KPMG. Minn bakgrunnur að ég hef verið sveitarstjóri í 2 sveitarfélögum og verið í ráðgjöf sveitarfélögum undanfarin ár. Þannig að við höfum verið að koma að rekstri sveitarfélaga nokkura og aðstoðaði við ýmsar aðgerðir og áætlanir. Með mér Magnús. Já, sælveri, gaman að sjá okkur öll. Ég heiti Magnús Kristjánsson og meðeigandi hjá KPMG, búinn að starfa þar frá árinu 2001 og búinn að starfa með fjölda sveitarfélaga vítt og breitt landið í alls kyns verkefnum, miskrefjandi og við Róbert höfum verið hér í samstarfi við stjórnendur Árborgar nokkura vikna og mánaða skeið og munum nú aðeins svona fara yfir stöðuna og svona þróunina hjá sveitarfélaginu og svona þær áætlanir sem eru í gildi eins og þær eru núna en síðan þá verkefni framundan að svona aðeins að snúa þeim til betri vegar, skulum við segja. Þú ekki byrja bara svona. Já, takk fyrir það. Við ætlum að skipta þessari kynningu á milli okkar og gera ráð fyrir við séum einhverjar 20 mínútur hálftíma að fara í gegnum og síðan í framhaldinu verður boðið upp á spurningar og svör í gegnum Slido sem verður kynnt þetta betur á eftir og það virkar þannig að þið getur þá skrifað inn spurningarnar inn í það kerfi og fólk getur síðan
líkað við spurningarnar, þannig að ef það er spurning sem er komin inn í Slido sem er sambærileg eða svo sama og þið hefðu hugsað ykkur að spyrja, að þá er betra að líka við hann og þá bara færist hún ofar og þá getum við svarað þeim í þeirri röð sem að flestir hafa hug á að fá svör við. En þetta er þríþætt hjá okkur Magnúsi, það er að fara svona almennt fjármál sveitarfélaga, fara síðan yfir þróun og horfur í fjármálum Árborgar og það er þá farið í gegnum, Magnús fer þá í gegnum ársreikningan ykkar og gildandi fjárhagsáætlun og síðan í þriðja lagi þá förum við svona yfir næstu skref, hvað er það sem tekur við núna í framhaldinu og Bragi formaður bæjarráðs tekur síðan við og útskýrir þá nánar hverjir eru það áætlanir sveitarfélagsins í framhaldinu. En það er mjög mikilvægt að hafa í huga þetta umhverfi sem við erum í, þetta opinbera umhverfi sveitarfélaga og hvaða reglur gilda sveitarfélög. Og það er aðalreglan í sveitarstjórnarlögunum sem varðar fjármál er það sem hefur verið kallað meginreglan ábyrga fjármálastjórn og hún kveður á það að sveitarfélag skuli tryggja það til framtíðar að það geti staðið undir skyldubundnum verkefnum sínum. Og staðan hérna er svo að Árborg er alveg í stöðu til þess að geta til framtíðar staðið undir skyldubundnum verkefnum sínum. Það þarf að grípa til viðeigandi aðgerða til þess að það geti gerst og sveitarstjórnin hér er að taka þá ábyrgu afstöðu að leita sér ráðgjafar, leita til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og innviðaráðuneytisins í rauninni bara til að opna á stöðunni eins og hún er og vinna síðan úr stöðunni eins og hún er og snúa þessu verkefni til betri vegar. En það eru tvær reglur fjármál sveitarfélaga sem er alltaf að vera að horfa til í opinberri umræðu. Það er annars vegar svokölluð skuldaregla sem er svona oftar í umræðunni og þið hafa eflaust heyrt 150% skuldaþak og síðan er svokölluð jafnvægisregla sem er rekstrarreglan. Og hún kveður á það að á hverju 3 ára tímabili, og það er mikilvægt að hafa því í huga þegar við förum í gegnum kynninguna eftir, á hverju 3 ára tímabili skal sveitarfélagið vera í rekstrarjafnvægi. Þannig að svo dæmi sem tekið, ef það er halli á ári 1, þá á að jafna hallan á ári 2 og 3. Þannig að yfir þessi 3 ár þá séum við jafnvægi. Og staðan þannig hjá ykkur að sveitarfélag Árborg stenst ekki þessar reglur eins og staðan er núna. En það þýðir ekki að þið standist ekki með reglum ábyrga fjármálastjórn, en þið eru þeirri stöðu, þið þurfið að vinda ofan af stöðunni sem þið eru í til þess að til framtíðar getið staðið undir skuldbindingum ykkar. Það er líka mikilvægt að draga fram að fjármálum sveitarfélaga skipti í tvennt. Það er annars vegar sem við munum kalla hérna eftir A-hlutan og hins vegar A og B eða samstæðuna. Og A-hlutin er svona í einföldustu mynd að þá er það sá hluti rekstrarins sem er fjármagnað með skattfé. Það er þessi venjulega þjónusta sem þið eru vön að eiga við, það eru leikskólar og grunnskólar og stjórnsýslan og skipulagsmál og brunavarnir og svona þessi almenna þjónusta sem er fjármagnað með skattfé. En síðan er B-hlutin sem eru fyrirtæki sem sveitarfélagið á og er fjármagnað með þjónustugjöldum. Og ykkar tilfelli er það fyrst og fremst veitur og fasteignafélög. Þannig að þegar við erum að tala A-hlutan, þá erum við að tala svona þessa kjarna lögbundnu þjónustu og svo erum við að tala fyrirtækin sem þið eigið. Þannig að staðan hjá ykkur núna, og ef við horfum á áætlanir sveitarfélagsins, þessar gildandi áætlanir sem er þá að vera endurskoðað núna, að þá er ljóst að reksturinn hjá okkur er þungur og fjárhagsstaðan mjög þröng og sveitarfélögin mun að óbreyttu ekki uppfylla þessar fjármálareglur og það er verkefni sem við stöndum frammi fyrir, að það er að vinda ofan af því. Þá tekur þú við, Magnús, og fer svona yfir þróunina. Já. Þá voru það tölurnar. Og þetta eru þá dökkbláu súlunar á myndunum sem við sýnum ykkur hérna. Það eru þá sögulega tölur, ársreikningar sem hafa verið birtir. Þetta er 2016 til 2021. En ljósbláu súlunar eru þá áætlanir. Og eins og þarna kemur glöggt fram að þá hefur verið viðvarandi taprekstur og einkum þá á A-hlutanum langt skeið eða nokkurt skeið og séð fram á við lítur út fyrir áframhaldandi tap. Neðri myndin sýnir á B-hlutan saman, eða það sem við köllum oft samstæðuna, og þar eru þá komin inn B-hluta fyrirtækin ykkar sem eru
fyrst og fremst veiturnar 3, vatnsveita, fráveita og Selfossveitur, auk byggingarsjóðs. En þetta þess að rekstrar niðurstaða rekstrar reikningsins og eins og þið sjáu þarna þá er hún neikvæð, hefur verið neikvæð og útlit fyrir að óbreytt ef hún verður það áfram. Nú framlegð, hvað er framlegð? Það er mismunurinn í rauninni á tekjunum ykkar og beinum rekstrargjöldum, það er að segja launum og launatengdum gjöldum annars vegar og öðrum rekstrarkostnaðum. Stundum kallað líka hagnaður fyrir afskriftir. Það er sem sagt það sem þið hafið til ráðstöfunar til þess að greiða fjármagnsgjöld og svo þá afborganir og fjárfestingar. Og þessi stærð hefur verið að þróast með neikvæðum hætti hjá okkur og farið lækkandi og í rauninni er framlegðin neikvæð í A-hlutanum árið 2021 og áframhald á því í áætlun 2022 og 2023. Rétt er örlítið úr kútnum þarna í áætlunum 24 og 5 en framlegðarstigið er hins vegar mjög lágt, það er að segja framlegðin í hlutfalli við tekjurnar. Og þetta er dálítið mikilvæg stærð í öllu samhengi að eftir því sem að þið eru meira skuldsett, því meiri framlegð þurfið að hafa til þess að greiða vexti og afborganir. Og við komum svo nánar á skuldsetningunum eftir. En kannski svona til þess að benda á tölur að þá er framlegðin neikvæð framlegðastigi neikvæð í A-hlutanum en framlegðin er svona 6%, 6–8% í áætlunum ykkar samantekið í A- og B-hluta og það er bara í rauninni of lágt miðað við ykkar skuldsetningu. Þessar stærðir voru úr rekstrarreikningi en ekki síður mikilvægt yfirlit er sjóðstreymisyfirlit í ársreikningi. Og þar er stærð sem kölluð er veltufé frá rekstri. Og það er í rauninni sú fjárhæð sem að eftir stendur af rekstrinum til þess að greiða afborganir þegar öll gjöld hafa verið greidd. Þar með talin vaxtagjöld. Og það er þá leiðrétt fyrir reiknuðum liðum sem ekki koma til greiðslu eins og afskriftum og liðum sem ekki koma til greiðslu strax eins og reiknuðum hækkun lífeyrisskuldbindinga og svo framvegis. Og þessi stærð þarf svona til langs tíma að nægja til þess að sveitarfélagi geti staðið við sínar skuldbindingar og greitt af sínum skuldbindingum. Veltufé frá rekstri eins og efri myndin sýnir í A-hlutanum hefur verið mjög lágt og í rauninni neikvætt árin 2020 og 2021 og í gildandi áætlunum ekki útlit fyrir breytingar þar á. Á sama tíma hafa skuldirnar ykkar verið að vaxa og leið afborganir og ljósbláu línurnar sem eru þarna ofan við á myndunum, þær sýna afborganir ykkar af skuldum og skuldbindingum, áætlaðar afborganir af skuldum og skuldbindingum. Og þið sjáu þarna, það eru þarna sem sýnir bilið á milli veltufé frá rekstri og afborgana og þar er að gliðna verulega á milli. Og það er náttúrulega alveg óviðunandi að veltufé frá rekstri sé neikvæð stærð að það sé þá í rauninni þess að kalla veltufé til rekstrar. Það er þá minna en ekkert upp í afborganir. Og þetta er verkefni stjórnenda sveitarfélagsins að snúa þessu við og tryggja það sem eins og Róbert kom inn á áðan að sveitarfélagi geti staðið við sínar skuldbindingar. Þetta er auðvitað hluta tilkomið vegna þess að þið hafið verið í miklum vexti og það verið miklar fjárfestingar verið hjá sveitarfélaginu undanfarin ár og með tilheyrandi skuldaaukningu og að í rauninni eru lánin ykkar að meðaltali
til mun skemmri tíma heldur en þær fjárfestingar sem að þið hefur verið að leggja í. Þannig að greiðslubyrðin ykkar frekar þung. Og til að mynda á árinu 2023 að þá þetta það bil 2,5 milljarðar sem áætlaður í afborganir af skuldum og skuldbindingum, en á sama tíma gerir áætlun ráð fyrir að veltu fyrir rekstri í samstæðinni séu 122 milljónir. Þannig að þarna ærið verkefni. Nú, eins og við erum búin að ræða þá hefur reksturinn verið að þyngjast á undanförnum árum og á því eru nokkrar skýringar. Ég var að nefna við ykkur fjárfestingar. Það auðvitað þannig hjá sveitarfélögum sem í vexti að þá oft þörf fyrir fjárfestingar í ýmsum innviðum. Því fylgja gjarnan auknar lántökur, sérstaklega ef að framlegðin og veltum fyrir á rekstri ekki nógu mikið og því fylgir líka aukinn fjármagnskostnaður. Það hefur verið töluverður útgjaldavöxtur í ákveðnum lykilmálaflokkum hjá okkur og þar má þetta nefna félagsþjónustu og eins fræðslu og uppeldismál. Þetta almennt stóri málaflokkar hjá sveitarfélögum og fjárfrekir. Nú, hröðum vexti og örri íbúafjölgun fylgir gjarnan útgjaldavöxtur og tekjurnar skila sér aftur á móti oft ekki fyrir á mun lengri tíma. Þannig að gjöldin koma svolítið fyrst og svo tekjurnar í framhaldinu. Og á þessu tímabili sem við erum að horfa hér á til ársins 2016 að þá hefur stöðugildum í sveitarfélaginu fjölgað mun hraðar í rauninni heldur en íbúum. Þannig að það auðvitað hefur mikil áhrif á reksturinn. Og svo ofan á þetta allt saman þá það auðvitað ytri aðstæður sem eru margt óhagstæðar þessar mundir og hafa versnað býsna ört á bara síðustu mánuðum og vikum. Og þar getum við bara nefnt verðbólgu, launahækkanir, hækkandi vaxtastig og almennar kostnaðarhækkanir sem auðvitað fylgja í verðbólgu umhverfi. Þannig að þetta nú svona, ég veit að ég að mála með svörtu. Þetta bara staðan sem við erum að horfa framan í og verkefni sem þarf að takast á við. Og það þá mjög gott að stjórnendur sveitarfélagsins þeir átta sig á vandanum og að leita leiða til að laga stöðuna. Og þar auðvitað virk þáttaka allra stjórnenda hjá sveitarfélaginu og allra hagsmuna aðila mikilvæg, þar á meðal íbúa sveitarfélagsins. Nú íbúaþróunin, ef við förum aðeins yfir hana, þá hefur verið viðvarandi vöxtur hjá okkur og það auðvitað segir okkur að Árborg eftirsótt sveitarfélag, hér vill fólk búa og það jákvætt, það eru alltaf bjartir tónar inn á milli. Á árunum 2016 til 2021 þá fjölgaði íbúum 27,4%. Og ástæðan fyrir því að við erum að horfa þarna á sloppum við 21 að það síðasti ársreikningur sem er afgreiddur. En ef við tökum þróunina til ársins 2022, því þetta liggur íbúatólan fyrir, að þá fjölgunin það bil þriðjungur, eða 33%. Í gildandi fjárhagsáætlun sem þið sjáum þarna á ljósbláu súlunum þá gert ráð fyrir áframhaldandi 5% fjölgun íbúa á næstu árum. En í endurskoðuðum áætlunum þá verður það væntanlega eitthvað tónað niður. Og þarna á árunum frá 2016 til 2026 þá hefur íbúum sveitarfélagsins fjölgað 61,3%, sem auðvitað mjög mikill vöxtur. Nú stöðugildin og launakostnaðurinn. Á sama tíma og við erum að horfa á íbúum fjölgar 27%, þá hefur stöðugildum hjá sveitarfélaginu fjölgað 40%. Úr 550 upp í 770 árið 2021
og samkvæmt upplýsingum frá stjórnendur sveitarfélagsins þá eru stöðugildin á árinu 2022 á bilinu 820 til 830. Þannig að á árunum til 2016 til 2022 þegar íbúum fjölgaði þriðjung þá fjölgaði stöðugildin tæplega helming. Og laun og launþegn gjöld sem hlutfall af heildartekjum sveitarfélagsins eru komin í og yfir 60%. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlega stór liður og skýrir að einhver leyti hluta til þessa breytingu í rekstrinum hjá mér. Nú skuldir og skuldbindingar á hvern íbúa. Súlurnar þarna á myndinni sýna íbúaþróunina en línurnar, dökkbláa línan sýnir þróun skulda á íbúa í sveitarfélaginu Árborg. Og við sjáum það að á árinu 2020 þá fer línan upp og fer hratt upp 2020 til 2022 og gert ráð fyrir að hún fari áfram upp á áætlana tímabilinu sem nær til ársins 2026. Ljósbláa línan sýnir nokkur valin sveitarfélög til samanburðar og þar sjáum við að þið hafi verið að taka fram úr þessum sveitarfélögum sem eru Akranes, Akureyri, Mosfellsbær og Reykjanesbær. Við höfum ekki upplýsingar þessar tölur frá þessum sveitarfélögum eftir árið 2021, þannig að þess vegna stoppar nú ljósbláa línan þar. En það sem kannski dökkbláa línan sýnir okkur og segir að skuldir voru hér árið 2019 það bil 1,5 milljón á íbúa en eru komið núna í sirka 2,5 samkvæmt útkomuspánni fyrir árið 2022. Þannig að það er umtalsverð aukning á skuldum. Og veltum við frá rekstri, komum við aftur að því nema þá erum við búin að reikna þetta niður á hvern íbúa og þá sjáum við hvernig línan hefur farið niður, dökkbláa línan, það sýnir okkur það að veltum við frá rekstri á hvern íbúa er að lækka í alhlutanum og í rauninni orðið mjög lágt árið 2021 og vex hægt á áætlanatímabilinu á breyttu. Ljósbláa línan með samanburð sveitarfélögunum sýnir okkur aftur hvernig þau liggja meðaltali talsvert ofar í þessu samhengi. Þess að veltum við frá rekstri á hvern íbúa. Árið 2021 þá var veltum frá rekstri á hvern íbúa í Árborg neikvætt 76.000 krónur meðan það var jákvætt 100.000 krónur í samanburðarsveitarfélögunum. Og veltum við frá rekstri aftur til upprifjunar bara að þetta er það sem eftir stendur til þess að greiða skuldum og skuldbindingum og þá til að fjárfesta til framtíðar án þess að taka lán. Og hér er sambærileg mynd fyrir A og B hluta saman og þar sjáum við að þetta er aðeins, tölunar er þá jákvæðar, það er jákvætt veltum við frá rekstri hvern íbúa en þið sjáum hvernig þetta hefur hrapað niður á síðustu örfáum árum. Nú skatttekjur á hvern íbúa. Þessi mynd sýnir okkur það í rauninni að skatttekjurnar í Árborg eru heldur lægri heldur en að meðaltali í þessum fjórum samanburðarsveitarfélögum sem hér eru valin. Það er rétt að taka það fram að það skiptir vissulega máli hvaða sveitarfélög eru valin inn í samanburð eins og þennan. Því að myndi það geta orðið mismunandi eftir því hvaða sveitarfélög eru til samanburðar. En að meðaltali þá eru tekjurnar hærri í þessum fjórum samanburðarsveitarfélögum. Þó að eitt þeirra sé eftir sem áður með lægri meðaltekjur á hvern íbúa heldur en í Árborg. Nú fjárfestingarnar, eins og þið sjáið á þessari mynd, þá hafa fjárfestingarnar verið umtalsverðar og frá árinu 2018 hafa þær verið á bilinu 1,5 og upp í
3,3 milljarða til ársins 2021 og það er gert ráð fyrir verulegum fjárfestingum í áætlun, í gildandi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Samtals á árunum 2023-2026 eru áætlaðar fjárfestingar 11 milljarðar króna og miðað við óbreyttan rekstur að þá er það óraunhæft, þannig að hluti af verkefninu er þá að takast á við þessar áætluðu fjárfestingar og snúa þeim til betri vegar ásamt á rekstrinum. Skuldsetningin, ef við komum að viðmiðunum sem að Róbert nefndi hérna í byrjun, að þá er oft talað um skuldahlutfall sem er þá bara heildarskuldir sveitarfélags deilt með heildartekjum og í reglugerð fjármál sveitarfélaga þá er þetta skilgreint nánar. Það er ákveðni liðir sem heimilt er að draga frá skuldunum þegar hlutfallið er reiknað út. Það eru til dæmis lífeyrisskuldbindingar sem ekki koma til greiðslu fyrir eftir 15 ár síðar og fleiri stærðir sem þar eru tilteknar. En þetta reiknaða skuldaviðmið, það hefur verið undir þessu lögboðna hámarki sem er 150% tekjum til ársins 2021 í raun og veru, en er nú komið og yfir 160% og að óbreyttu ef að þessar áætlanir sem við erum hér að fjalla næður fram að ganga, þá færi þetta áfram hækkandi og þetta er óásættanlegt að vera yfir lögboðnu viðmiði og fyrir utan það að vaxandi skuldsetning kallar á vaxandi framlegð eða aukna framlegð skulum við segja. En þróunin hjá ykkur hefur í rauninni verið í öfuga átt. Þannig að ef við tökum þetta allt saman, þessa áætlun, þá eru þetta dálítið svona afgerandi stærðir sem við erum með hérna fyrir framan okkur. Það er að segja bilið á milli hámarks skuldsetningar og áætlaðar skuldsetningar þarna er 5,5 milljarður. Við þurfum að draga úr því til ársins 2026 til að ná niður fyrir 150% viðmiðið. Þá þurfum við að fara með skuldina niður 5,5 milljarð frá því sem þarna er áætlað. Ef við ætlum að ná þeirri reiknireglu sem stundum er notuð að framlegð rekstrarins nemi 1/10 af skuldahlutfalli eða skuldaviðmiði, þá þyrftum við að auka framlegðina það byrja 2 milljarða. Og það er það byrja sama stærð og við þyrftum að fá til viðbótar inn í veltumið frá rekstri til þess að geta greitt af þeim skuldbindingum sem að sveitarfélagið er með, miðað við núverandi endurgreiðslu tíma þeirra. Og það er þá án einhvers konar endurfjármögnunar. Og svo er það þessi rekstrarjafnvægisregla að það vantar 3,6 milljarða á árinu 2026 upp á að sveitarfélagið sé að uppfylla þá reglu. Þannig að umfangið er af þeirri stærðargráðu að það þarf að grípa til aðgerða, það er alveg ljóst og ákvarðunar sem að munar í samhenginu. Þið sjáuð af þessum tölum að kannski svona einhverjar svona smáskammtalækningar, það duga ekki. Það þarf að svona þess að sökkva auðunni aðeins dýpra. Það er auðvitað það sem er verið að gera og það er mjög mikilvægt. Gríðarlega mikilvægt að stjórnendur séu að takast á við þetta og að við fljótum ekki sofandi að feigðarósi í þessu. Þá er það næstum skref. Róbert, vilt þú ekki aðeins taka við? Já, takk fyrir það. Og þá erum við búin að draga saman svolítið niðurstöðuna, eða svona ekki stöðuna eins og hún lítur út og hvernig gildandi fjárhagsáætlanir eru. Þess að kom fram hérna áðan hjá Fjólu í upphafi, þá er verið að nota svona rafrænt kerfi til að safna spurningum
og ef þið grípið síman ykkar og þá getið þið farið inn á Vafran og inn á slido.com, slido.com og ef þið gerir það þá fáið þið þá eru beðin að slá inn kóða. Þannig ef þið myndu vilja grípa síman ykkar og slá þetta inn. Þið getið líka farið inn á Facebook síðu Árborgar og þar slóð þar sem hægt að smetla og senda inn spurningarnar. Þannig ef þið farið inn á slido.com, slido.com og sláið inn kóðan 828 1771 828 1771 þar getið þið slegið þá inn ykkar spurningar og það að koma þarna inn spurningar og þið getið líka við spurningar sem þið viljið þá helst fá svör við og þeim verður síðan svara þá hérna í þeirri röð sem flestir vilja fá svör við spurningunum. Það var 828 1771. Nú finnst mér eins og ég sé í bingo stórum sal, félagsheimili og það slido.com 828 1771. Bingo. Það gæti líka verið að þetta panta pítsu þarna, þetta svona hljómar svolítið eins og að sé þannig símanum er. En við ætlum að vera búin á þessu fundi fyrir kvöldmat, þannig að það verður allir hressi með það. En verkefni sem þið standið frammi fyrir er náttúrulega mjög krefjandi eins og Magnús búinn að koma yfir og það þarf að horfa þá á stöðuna í þessu samhengi sem reksturinn. Við þurfum að takast á reksturinn, við þurfum að hækka tekjur og tekjur í sveitarfélögum eru fyrst og fremst hækkaðar með því að íbúum fjölgi. Og eins og Magnús kom inn á þá fylgir íbúafjölgun líka kostnaður og tekjurnar skila sér yfir hægar heldur en útgjöldin. Þannig að á sama tíma þarf að draga úr útgjöldunum til þess að ná viðunandi rekstri þannig að framlegðin geti staðið undir afborgunum lána hjá okkur og þeim fjárfestingum sem þið standið frammi fyrir. Þannig að á efnahagsreikningum þurfið þið þá líka að horfa á lánin ykkar og skuldirnar og þær eru eins og Magnús kom inn á, þær eru til tiltölulega skamms tíma þannig að greiðslubyrðin frekar þung. Þannig að eitt af verkefnunum að ná að lengja í lánunum og létta þá greiðslubyrðina og ná að greiða niður skuldir og í rauninni þá fresta lántöku. Þið erum með mikla lántöku inn í áætlunum, þannig þurfum að reyna að fresta lántöku eins og þið getið, þá með því að fresta fjárfestingum og það mun örugglega hafa einhver áhrif að það þarf að fresta fjárfestingum og það var einhverju sem ekki alveg sáttir við það. En sveitarfélagið að reyna að forgangsraða fjárfestingunum þannig að þær fjárfestingar sem skapa tekjur verði í forgangi og það sem varða grunnþjónustuna. Nú á sama skapi þá mikilvægt að horfa á þær eignir sem þið eigið sem að þjóna kannski ekki þjónustu hlutverki fyrir sveitarfélagið. Og það alltaf þannig að það einhverjir eignir sem sveitarfélagið eiga sem eiga sér kannski einhverja sögulega skírskotun og hafa ekki lengur mikið gildi fyrir lögbundna þjónustu sveitarfélagsins sem kemur þá til álita mögulega að selja og síðan þið þeirri stöðu að þið hafi verið eftirsóknarvert sveitarfélag til búsetu og fyrir atvinnulíf þannig að þið eigi lóðir og slíka hluti til þess að selja. Þannig að þið þurfum að horfa á að bæta reksturinn, auka tekjur og lækka útgjöld. Við þurfum að hafa meiri framlög undir reksturinn til að standa undir afborgunum. Þurfum að lengja í lánum eins og mögulegt og draga á lántöku og þið þurfum að örugglega selja eignir til þess að mæta því líka. Þannig að þetta blanda aðgerðum sem þið þurfum að fara í. Þannig að verkefni framundan að ýta örinni hérna upp á við, að ná, þið eruð ekki að standast í jafnvægisregluna, þetta 3 ára rekstrarjöfnuður sem við erum að horfa hérna, þannig að hver súla uppsöfnuð 3 ár. Þannig að þið þurfum að þrýsta súlunu upp á við þannig að þið verðið náið núllinu á hverju 3 ára tímabili í rekstrinum. Þið þurfum að þrýsta skuldunum eitthvað niður, þið þurfum að ná skuldahlutfallinu niður fyrir 150%. Og það búið að taka þessar reglur úr gildi. Það voru teknar úr gildi í COVID en það að taka aftur gildi síðan þá eftir 2025. Þannig að sveitarfélagið þá núna að stilla upp sínum áætlunum hvernig þið getið þá brugðist við og náð að standast þessi viðmið. Þannig að þið þurfum að þrýsta skuldaviðmiðin eitthvað niður fyrir 150% og ná framlegðinu upp. Þannig að framlegðin sé nægilega mikil til að þið standi undir afborgun og lána. Og það viðmiðið í reynd að framlega hlutfallið sé 10% af skuldahlutfallinu ykkar. En ef þið skuldið 170% þá þurfum við framlega hlutfallið að vera 17%. Þannig að þetta eru svolítið verkefnin í grófum dráttum sem þið standið frammi fyrir.
Það er að bæta reksturinn til að ná jöfnuði, það er að lækka skuldahlutfallið og það er að bæta auka framleiðina til að standa undir afborgunum lána. Þannig að sjálfbær fjármál hafa þessa anga að það eru skýr markmið og sveitarfélagið er búið að setja sér skýr markmið í rekstrinum sem mjög gott og við höfum verið að fara í gegnum svona verkefni með öðrum sveitarfélögum áður og Reykjanesbær er kannski það eitt stærsta verkefnið og þeirra staða var ívið erfiðar en ykkar en þau komist í gegnum þennan vanda og náðu mjög góðum tökum á sínu rekstri og eru bara í fínum rekstri í dag. Það er sveitarfélag sem er lægri tekjur en þið per íbúa. Þannig að það er alveg hægt að ná góðum tökum á þeirri stöðu sem þið eru núna. Þannig að þið þurfið að fara í markvissa forgangsröðunarfjárfestingum. Þið þurfið að alltaf að hafa í huga að vera með skilvirkan og hagkvæman rekstur og vera með traustan og vel fjármagnaðan efnahag. Þetta er svona grófa myndi sem við stöndum frammi fyrir að samhengi hlutanna þetta þarf alltaf að hanga saman. Rekstur, efnahagur og fjárfestingar til þess að þið séu sjálfbær þá til lengri tíma. Þetta er ákveðin vegferð og við þurfum að komast í mark og til þess að komast í mark þá þurfum við að vita hvert við ætlum að fara. Og sveitarstjórnin hérna hefur verið samhentin í því að setja markmiðin alveg skýr, að standast þessu lögmæltu viðmið og núna er verið að varða leiðina þangað. Við þurfum að komast þessa leið og þið eru vanið því hérna Sunnlendingar að samgöngur skipta máli og brýr ná að tengja saman alla hagsmuni. Þannig að Magnús er búinn að fara yfir hvert er bilið sem þarf að brúa til þess að náið árangri og komist þangað sem þið viljið fara. Starfsfólk sveitarfélagsins og sveitarstjórn er búinn að vinna hérna undanfarnar vikur og mánuði mjög gott starfið að greina úrbótatækifærin. Það er búið að fara í gegnum allar reksturinn ykkar og það hefur mikið hrós skilið fyrir hvernig það fara í gegnum reksturinn og fundið þau tækifæri sem eru til að auka skilvirkni og ná fram hagkvæmni og þá líka hvaða eignir mögulega hægt er að selja og hvar er hægt að draga úr fjárfestingu. Þau eru búin að setja sig niður ákveðin markmið og ákveðin lykilvörður á leiðinni og þær verða kynntar þá, Bragi kemur aðeins inn á þar eftir, en síðan verða þær kynntar þá í áætlun sem að sveitarfélagið mun skila til ráðuneytisins fyrir 30. apríl. Við fórum tilbaka. En síðan eru það ákvarðanirnar sem er aðalmálið. Það er eitt að setja eitthvað fram í Excel og koma einhverju mennum sem ég og Magnús og hjálpa fólki við að setja niður tölur en síðan eru ákvarðanirnar sem eru teknar, sem að sveitarstjórnin þarf að taka og stjórnendur sveitarfélagsins þurfa að fylgja eftir og halda áfram að stýra á þessum árangri þannig að þið náið að skilgreindum markmiðum sem er þá sjálfbær Árborg til lengri framtíðar sem stendur undir öllum sínum skuldbindingum. Þú bæti ykkur Magnús? Ég held að þetta sé nokkuð neginn það sem við ætlum að segja, en hérna, þetta er auðvitað, kannski ef við horfum á leiðina þarna sem er þarna vörðuð með fánum, að þetta er ákveðið langhlaup, en hérna, og þetta gerist ekkert alltaf einni nóttu, en þetta er þó þannig langhlaup að við viljum ná fljúgandi starti. Við viljum ekki fara hægt af stað. Það er mjög mikilvægt að þið takið svolítið öflugt upphafslaup og fylgi því sem bara vel á eftir og við náum þarna rauða flagginu við endamarkið að lokum. Ég held að þetta sé svona það sem við viljum segja stöðuna og horfurnar út frá gildandi áætlunum. Takk fyrir. Já, við erum að þakka Róberti og Magnúsi kærlega fyrir og vera rosalega flott vinna og gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa þá með okkur í liði því að þeir eru hofnir af reynslu og eins og þið sögðu hérna þá hafa þeir komið að fleiri sveitarfélögum og aðstoða þau í að rétta úr kútnum. Það er eitt sem ég verða þess að nefna og við þurfum að biðjast velvirðingar á því að glærurnar birtust ekki í streymi því miður. En það er verið að setja þær inn eftir fundinn, hann er birtast inn á síðunni strax eftir fundinn, þannig við biðjumst innilegra velvirðingar á því að vera í þessum tæknilegu öðruleikum. En mér langar kannski aðeins að koma inn á það svona á milli, það er að byrja að koma þetta spurningar inn og við munum taka þær á eftir og Bragi ætlar að koma núna með smá glærukynningu á hvað er framhaldið.
Við langar aðeins að minnast á það að við erum auðvitað farin af stað inn í þessa vegferð og við erum búin að vera að vinna að alls konar aðgerðum og nokkrar eru komnar fram og þessi áætlun sem við erum að vinna eftir, við erum klárlega búin að breyta henni og erum að vinna því að uppfæra hana vegna þess að við höfum orðið að draga úr bara hraða í fjárfestingum og þurfum að lengja í verkefnum og við erum byrjuð að vinna að alls konar hlutum. Þó þetta eru kannski litlir hlutir og koma við okkur á mismunandi vegum og þá þetta allt sem skiptir máli og við erum búin að vinna eins og sagði áðan með forstöðumönnum að því að finna hagræðinga möguleika og þeir eru bara gríðarlega margir og ég hef bara fulla trú á því að við getum tekið þannig á rekstrinum en auðvitað mun að koma við okkur en það er margt sem við getum lagað og bara var gott að við færum í að taka á og þetta verður lágflugt eins og það spögði en við viljum ná fljúgandi sperti þannig að þess vegna erum við að boða til þess að fundar því við viljum náttúrulega fá íbúana með okkur í lið. Það skiptir máli að við náum að upplýsa ykkur að við erum ekki að bara staðist að vegferð allt í bara. Það eru þetta fullt af ytri aðstæðum sem að spila inn í og í rauninni gera það verkum að við þurfum að ná fljúgandi sperti. Við höfum ekki mikið svigrúm til þess að mæta þessum ytri aðstæðum sem eru að hrjá okkur núna. Það eru þetta fleiri sveitarfélög heldur en við, það eru 21 sveitarfélag sem fekk bréf eins og búið að koma fram í fréttum og ég er búin að fá mikið að skilaboðum frá bæjarstjórum allt landið sem eru að lýsa því yfir að það þurfa að skoða þetta í stærra samhengi hvað þessi sveitarfélög eru að eiga við, þessi sem eru með verðtryggðar skuldir í umhverfi eins og núna. En ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta lengra, ég minni á þú veist ég geti farið inn á Strætó, það hleypur honum Braga af því að hann ætlar að koma með núna kynning á því hvert við erum að stefna og svolítið hvað við erum byrjuð að gera og hvert við erum að fara og svo förum við bara í að svara spurningunum. Bragi, gjör svo vel. Já. Við getum ekki látið þetta birtast heldur það á íbúðasíðunni. Nei. Þetta var alltaf í staðið. Þetta er svo skilist. Við erum að spara og gerum þetta sjálf. Apapartið. Jó, það er hjá Já, svona aðeins. Þetta ekki. Glæsilegt. Kæru gestir, gaman að sjá svona marga hérna í dag og verið velkomin. Ég stend hérna í dag fyrir hönd bæjarstjórnar Árborgar til að fara yfir stefnu og markmið sveitarfélagsins á næstu árum til að ná fjárhagsstöðu sveitarfélagsins á réttan veg. Verkefnið er krefjandi en ég hef fulla trú á því við náum því á tilsettum tíma í sameiningu. Umræðan fjárhagsstöðu sveitarfélagsins Árborgar hefur komið reglulega upp á undanförnum árum. Kannski skiljanlega þar sem staðan hefur versnað mjög hratt. Svigrúmið til að takast á við óvæntar ytri aðstæður í dag er lítið sem ekkert á verkefni sem sannarlega hófst í lok síðasta kjörtímabils þegar þáverandi bara svo samdi við ráðgjafarfyrirtækið KPMG hefur þyngst verulega, þótt áætlanir hafi litið vel út. Markmiðið við erum ekki að horfa í baksýnisspegilinn eða kenna ykkur í munn. Það græðir enginn á því og það bætir stöðuna nákvæmlega ekki neitt. Við viljum bara horfa fram á veginn, þetta er staðan í dag og við ætlum að vinna okkur út úr. Og það er samhugur þetta innan bæjarstjórnar. Og ég er mjög bjartsýnn á framtíðina. Allir bæjarfulltrúar hafa sýnt að þeir gera sér grein fyrir stöðunni og það þurfa að snúa rekstri sveitarfélags til betri veg, líkt að koma fram hjá KPMG hérna rétt áðan. Bæjarstjórnin hefur sett sér skýr markmið sem ég ætla að fara betur hér yfir og eftir og ég vil þakka bæjarfulltrúum
og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir góða vinnu hingað til og áfram, enda eigum við eftir mikla vinnu til að brúa bilið til betri vegar. Og það er verkefni sem við erum að vinna með. Við erum að brúa bilið til betri vegar frá stöðunni í dag og þangað sem við viljum fara. En líkt og kom fram hjá KPMG er staðan alvarleg, en hún er viðráðanleg. Við erum að grípa inn í strax og þá er staðan mjög viðráðanleg til þess að ná tökunum núna og til framtíðar. Við fórum strax á þessu nýju ári á fund með eftirlitsnefnd sveitarfélaga, lýstum fyrir þeim stöðunni, hvernig við vildum sjá þetta fyrir okkur og úr því varð að við gerum samkomulag við innviðaráðuneytið að koma að verkefni með okkur. Mjög mikilvægt að hafa reynslumikla aðila með okkur, hvort sem það eru ráðgjafar frá þeim eða ráðuneytinu, þannig að við lærum af þeim sem hafa gert áður, vegna þess að sannarlega hafa fleiri sveitarfélög lent í þeirri stöðu að þurfa að bregðast við, verið í samstarfi við nefndina eða ráðuneytið og þau hafa komist út úr þessu og við getum það líka. En við þurfum áfram til þess að ná þessum markmiðum að sýna aðhald og hagræðingu í rekstri. Það hefur unnið að því allan vetur, margar aðgerðir hafa nú þegar komið til framkvæmda og má nefna, við höfum lækkað laun bæjarfulltrúa, það hefur ekki verið ráðið í stöður sem voru þó á áætlun, það er búið að leggja niður stöðugildi í ráðhúsi og fleiri stöðum og við finnum fyrir þessu í þjónustunni líka. Leið, á mismunandi stöðum eftir í hvar við erum kannski á lífsleiðinni eða hvað þjónustu við þurfum að sækja. Við þurftum að stytta opnunartímann í leikskólanum áramótin, við höfum stytta opnunartímann á gammalstæðinu, þannig að finna til fyrir þessu á einhvern nátt og við munum því miður gera það aðeins áfram. En vonandi eru margar af þessum aðgerðum tímabundnar og við getum aðlaga okkur á breyttindi framtíðar, þannig að við getum veitt og við viljum veita þá þjónustu sem þarf fyrir ykkur íbúanum, okkur íbúanum. Það þýðir skerða þjónustu, en þær aðgerðir sem þarf að fara til líka geta verið sársaukafullar. Og það er óhjákvæmilegt þegar við erum að sjá svona stórar tölur að það séu stöðugildi eða annað undir. Það er óhjákvæmilegt. Sveitarfélagið þarf að meta öll verkefni sem við stöndum að. Getum við frestað einhverjum verkefnum, getum við hætt með einhverjum verkefni sem við verðum að sinna, þurfum að skoða samstarfsverkefni sem við erum í, við þurfum að velta við öllum steinum til að meta stöðunni og finna þær leiðir, því að sannarlega dropar bólinn steinin þegar upp er stærð. Sumar aðgerðir eru minni, aðrar aðgerðir eru stærri. Það skilar allt árangri til framtíðar. Við þurfum að forgangsraða fjárfestingum, því að sannarlega hefur verið fjárfest mikið á undanförnum árum en það hefur sveitarfélagið vaxið mjög hratt. Og við erum með fjárfestingar í gangi sem við þurfum að halda áfram og við viljum halda áfram með. Við þurfum að sinna áfram grunnþjónustunni sem sveitarfélag á að sinna. Við erum að byggja grunnskóla og við ætlum að halda því áfram. Við erum að vinna frávitunni og við ætlum að halda því áfram. Þetta eru mikilvæg verkefni sem þarf að halda áfram með. Bara grunnþjónustan við ykkur íbúa. En við viljum líka fara í fjárfestingar sem geta verið virðisskapandi, geta aukið tekjur sveitarfélagsins. Við förum í gatnagerðir til þess að hafa lausar lóðir fyrir íbúðir, fyrir atvinnustarfsemi sem sannarlega er mikill áhugi á núna. Sveitarfélagið er heitur staður, bæði íbúar vilja flytja hingað en það vilja líka fyrirtæki koma hingað og byggja. Og við þurfum að hafa klárar lóðir eða húsnæði fyrir þau til þess að taka á móti. Og það kostar líka. Það kostar að græða og við þurfum að fara í þessar mikilvægu fjárfestingar. Því þær geta aukið tekjurnar hjá okkur. Og eins og fram hefur komið og umræði hjá sveitarfélögum og fjárlaganefndi, þá tekjustofnar sveitarfélaga eru takmarkaðir. Við höfum ákveðna tekjustofna sem okkur eru takmarkað á skorður settar og það er í rauninni bara þær viðbótar tekjur sem sveitarfélög þurfa til þess að standa undir í rauninni innviðuppbyggingu. Þær eru ekkert endilega til staðar. Í dag getum við með skatttekjunum og aðalsjóðunum okkar, þar sem við erum með fasteignaskattin okkar útsvari sem við greiðum öll inn í, fáum framlög frá jöfnunarsjóði og svo þjónustu tekjur fyrir það þjónustu sem við kaupum. Í dag, hjá flestum sveitarfélögum stendur þetta rétt undir daglegum rekstri. Við erum sannarlega að nýta tækifæri sem kemur þetta ofan í aðhaldin að reyna að hagræða eins og við getum í rekstrinum til að hann skil okkur meiri framlegð, til að við eigum meira í fjárfestingar og afborgunar lánum, en sveitarfélagið þarf og sveitarfélagið þurfa að auka tekjur sínar
af uppbyggingunni til þess að standa straum af þessum innviðum. Og þar kemur hvort sem við erum að tala mögulegar lóðasölu eða hvort sem það í sveitarfélagi sem að selja eða það einkaaðilar með sín hverfi. Þessi hverfi og þessi uppbygging, hún þarf að skila sveitarfélögum meiru í innviðina vegna þess að það þurfa allir þessa innviði. Og þeir þurfa að standa og það það sem við erum að horfa til framtíðar, hvernig sveitarfélagi getur hámarkað sínar tekjur þarna inn, þannig að við getum sannarlega standið undir þessum innviðum. Því það skiptir okkur öll máli. Það græða allir á því. Og við þurfum að selja eignir eins og kom fram hérna. Og við erum með ráðgjafa með okkur til að skoða hvaða eignir getum við selt, hvernig getum við stilt þessu upp þannig að við getum akkurat hámarkað þessa sölu. Fáum sem mest út úr þessu þó að við komist hraðar í gegnum þetta. Og við eigum sannarlega ýmsar hluti sem við getum unnið með það, hvort sem það eru lóðir, byggingaréttir eða eignir. Og að lokum, við viljum setja okkur og setjum okkur raunhæf markmið til að takast á þetta. Það er rosalega auðvelt að vera ríkur í Excel eins og Róbert nefndi þarna áðan, en það er líka rosalega auðvelt að setja ykkur markmið. Við ætlum að vera búin að ná þessu öllu í lag bara vorið 2026, ekkert mál. Það er kannski ekki alveg raunhæft og það væri við að standa hérna og ljúga ykkur. Við viljum vera raunhæft miðað við forsendum dags í dag og þannig setti bæjarstjórn sig markmið. Hafa þau raunhæft. En rekstur Árborgar, hann er rekinn með halla og bara að setja þetta í grunninn og gæta sanngirni, þannig erum við bara með söluréttið aðalsjóð sveitarfélagsins, eins og ég nefndi það, skatttekjurnar okkar. Og þarna sjáum við appelsínugula línan eru gjöldin og tekjurnar eru bláa línan. Gjöldin eru orðin hærri en tekjurnar. Þessari línu, þessari framleið viljum við snúa sem allra fyrst þannig að við sköpum meiri tekjur eða eigum meira eftir hjá sveitarfélaginu til að standa meðal annars straum af afborgunum lána, mögulega eiga inn í fjárfestingar og líka í þau fjármagnsgjöld sem er í dag. Vegna þess að það er rosalega dýrt að skulda í dag. Og við vitum það hvernig verðbólgan er og hvernig vaxtastigið er. Og þið eigur þungt fyrir alla þetta. Hvort sem það eru inn á heimilunum hjá okkur eða hjá sveitarfélagi eða hjá hvaða fyrirtæki sem er. Þetta vegur þungt. Því meira sem við eigum í afgang þarna, þeim mun meira eigum við til þess að standa af þessum afborgunum. Og við þurfum sannarlega að snúa þessu við því að línan er röng eins og hún stendur í dag. Það verður krefjandi verkefni eins og ég sagði, en ég veit að við getum. Og líkt að koma fram áðan, við höfum sett okkur þessi raunhæfi markmið fjárhagslegar aðgerðir og endurskipulagningu og erum að velta við öllum steinum og aftur þakka starfsfólki og þeim og svo í framhaldinu sem kemur á eftir ykkur íbúum fyrir þær bæði spurningar sem eru að koma, ábendingar sem hafa komið inn strax og það sem við munum geta, því við viljum fá ykkar ábendingar í gegnum betri Árborg eftir þennan fund og í framhaldinu, þannig að við hjálpumst öll að við þetta. Það luma allir á ykkur góðri hugmynd. En við þurfum að auka, og markmið bæjarstjórnar er að við þurfum að auka framleiðarekstur að jafnaði 500 milljónir króna á ári. Og það er verðugt verkefni. Og líkt að það segir, það er ekki sársaukalaust. Það kemur bæði með því að við ætlum að reyna að auka tekjurnar, en það kemur líka fram með hagræðingu og sölu eigna og fleiri. Öllum þessum þáttum sem við erum búin að tala. En skuldirnar. Árborg skuldar í dag 27,3 milljarða króna. Tökum fram að inn í því eru rúmir 3 milljarðar lífeyrisskuldbindingar sem sitja inni, þannig að þetta eru 24 milljónir sem eru langtíma og skammtíma skuldir og líkt á sérst á línuritinni þá hefur þetta vaxið það og þessari kurvu viljum við ná að fletja að þessu og það gerist með því að við tökum til í rekstrinum hjá okkur náum að auka framlínu þá þurfum við minni lántúm. En skuldirnar hafa vaxið hratt og það er dýrt að vaxa svona hratt. Það finnst engum og það eru allir sammála það og það hefur þurft að fara í miklar fjárfestingar í innviðum til þess að standa undir þessari íbúðaþróun. Og meðal annars bara fyrstu áfangi á Stekkjarskóla sem var nú ótrúlega ánægilegt, opnaði nú dag. Þannig erum við með framkvæmd sem kostar 2,3 milljarðar. Við erum með leikskóla sem kostar 750 milljónir. Þannig ekki að fara að vera okkur og vera. En 750 milljónir. Við erum með Selfossvöllinn sem kostar 1,5 milljarð. Við erum með fullt af svona framkvæmdum sem kosta okkur. En við erum auðvitað óbúslega ánægð með þær og við þurfum þær. Og við viljum nota þær og þetta er mikið notað, hvort sem þetta er lögbundið eða ólögbundið. En til að taka af vafa þá er rauninni, það tölur fjárfestingar, þá er þetta
semst án virðisaukaskatt bókað hjá sveitarfélaginu af því að sveitarfélagi greiðir vaskinn á 20 ára tímabil. Þannig að allar tölur séu réttar. En þetta bara hluti af því sem við höfum þurft að gera. Margt annað höfum við gert líka sem hefur skapað tekjur. Við höfum verið farið í gatna að gera annað og það mun skila okkur áfram. En skuldaviðmið í dag er 160% þegar tekið er mið af útkomuspá 2022. Þannig að við erum komin yfirleitt og komum fram KPMG. Og það er það sem við viljum gera núna í bæjarstjórninni, grípa inn í strax. Ná að snúa þessari kurvu við áður en hún verður verri og við ráðum ekki við. Því við ráðum sannarlega við það í dag með allar þær áætlanir sem við munum með og KPMG hafa aðstoðað okkur við. Að fjárfestingarmarkmiðunum, eins og ég sagði, þá þurfum við að halda áfram og klára verkefni sem við erum nú þegar með og það er bara efstur á blaði Stekkjarskóla. Því að við erum áfram að vaxa, það er að koma íbúar til okkur, það eru lóðir til sölu hérna og þó að ytri aðstæður séu óhagkvæmdar í dag, þá er ástandið fljótt að breytast og við þurfum að hafa rými fyrir grunnskólabörn og leikskólapláss. Þannig að við þurfum að halda áfram með þessa grunnþjónustu og fráveituna sem er á myndinni fyrir neðan. Þannig að við sjáum fyrir okkur að vera fjárfesta fyrir svona 2 milljarða á næstu árum sem er töluverð lækkun frá gildandi áætlun af því að við þurfum að forgása fjárfestingunum okkar til þess ídrasta á næstu árum. En við verðum líka að hugsa allar veitunar, orkuöflun og annað. Þannig að þetta kostar okkur en þetta skilar okkur líka tekjum. Þannig að við verðum að vinna að þessu áfram. Síðan í framhaldinu eftir 25 sjáum við fyrir okkur að við þurfum að draga verulega úr ef ekkert breytist til þess batnarauku sem við sannarlega vonandi að þá þurfum við að draga úr fjárfestingum og vera þarna í kringum 1,5 milljarð á ári. En til samanburðar á síðustu 5 árum hafa fjárfestingar sveitarfélags verið í kringum 2 til 2,5 milljarð frá árinu 2017 að meðaltal á ári. Þetta eru mismunandi toppar milli ára en að meðaltali frá 2017 höfum verið í kringum 2-2,5 milljarð. Þannig að við erum ekkert langt frá því samt sem áður að geta gert þetta. Og það er ótrúlega jákvætt að tölurnar leyfa okkur það. En ef við getum senkað einhverju eða minnkað þá hjálpar það okkur auðvitað hraðar að komast út. En við getum ekki ýtt nauðsynlegu viðhaldi frá því eins að við sjáum hvað er að gerast núna á öðrum stöðum. Það kostar seinna. Þannig að við verðum að velja vel hvað við gerum. Og eins og ég sagði, við ætlum að byggja upp innviðina og forgangsraða fjárfestingum til þess ítrasta. Þetta eru lykiltölurnar hjá okkur sem koma inn í áætlanirnar til þess að sem hjálpa okkur að ná þessu markmiðum. En eins og ég sagði, þá munu skuldirnar, við erum reyndar með vitlausar tölurnar, þær munu hámarki 2024 þegar við tökum með þeim fjárfestingum sem við þurfum að fara í og með við forsendur í dag. Þá náum við hámarki 2024 en í framhaldi af því stefnum við hratt niður og það sést á glæðurinn fyrir að við í árinu 2028 erum við komin undir. Þetta er með við forsendur í dag. Og við vitum alveg hvernig forsendunar er í dag. Með himinháa vexti, háa verðbólgu, það hjálpar okkur nákvæmlega ekki neitt. Það gerir stöðuna bara verri fyrir okkur. En leið og ytri aðstæður geta hjálpað okkur, við förum í þær aðgerðir sem við þurfum í rekstrinum, vinnum áfram, náum með sölni, þá getur þetta gengið hraðar. Og allt sem bæjarstjórnir að vinna að og starfsmenn sveitarfélagsins er að ná þessu markmiði að komast undir viðmiðið hraðar en þetta. Þetta er raunhæfa markmið sem við sjáum í dag og við viljum setja það fram raunhæft, en markmiðið er að ná þessu fyrr. Við erum að vinna í þá áttin. Þannig að vonandi getum það og svona upplýsingafundi viljum við halda reglulega til þess að geta sýnt hvernig gengur okkur, hvernig er staðan og þá getum við vonandi sýnt betri niðurstöðu. Ég vona það innilega og við erum að vinna því þannig og ég trúi því að það sé hægt. En eins og kemur fram, við stefnum að skuldameðið verði komið undir 150% árið 2028 og til framtíðar nái sveitarfélagið að halda sér í 120%. Þannig að sveitarfélagið hafi þetta svigrúm að geta brugðist við þegar ytri aðstæður verða svona eða þá að við eigum allan svigrúmi til þess að geta farið í okkar eigin fjárfestingar án þess að þurfa endalaust að lána. Það kemur í gegnum rekstur. Tekjurnar. Við ætlum að selja eignir og byggingarlóðir fyrir 800 milljónir króna núna árið 2023. Það er inn í áætlunum, við erum með rosalega flotta ráðgjafa með okkur í liði sem er að vinna þessu markmið fyrir okkur og við erum með, held ég bara, mikla möguleika á að ná þessu og mögulega meira. Og þetta er inn í áætlunum í dag. Þrátt fyrir að ytri aðstæður hjálpa okkur ekki neitt, en þeir eru mörgum vongóður að við, eins og ég segi, við höfum fulla trú að þetta geti gengið eftir. Og í framhaldi af því erum við að horfa á meðaltalum 300 milljónir á ári
á næstu árum í sölu eigna eða lóða, byggingarétta, annað sem við getum komið í verð hjá okkur. Af því að sveitarfélagið á helling af landi, við höfum helling af verðmætum reitum sem við getum komið í verð og eru mjög spennandi að byggja. Bæði atvinnu og íbúðarhúsnæði. Sveitarfélög fá tekjur frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga á hverju ári og núna liggur fyrir og gott að geta presentera það að það liggja fyrir breytingar á jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem sannarlega að viðurkenna þá rekstrarstöðu sem sveitarfélag Árborg er í. Við erum fjölkjarna sveitarfélag með einingar sem eru kannski óhagkvæmar í rekstri fyrir vikið og það þýðir það og við erum heilt yfir láglaunasvæði þannig að breytingar á jöfnunarsjóði sveitarfélaga og tillögur sem liggja fyrir geta skilað okkur talsverðum aukningu í tekjur þar út. Því jöfnunarsjóður sveitarfélaga er ætlað til þess að jafna tekjuflæði sveitarfélaga yfir landið og það myndi skila sér sannarlega fyrir sveitarfélagið Árborg að þessar breytingar færi í gegn. Ef tölurnar standa sem er búið að kynna þá getum við verið að tala um þarna hátt í 300 milljónir sem koma inn því að það tekur 4 ára að innleiða þetta þannig að þetta eru svona hluta til sem kemur inn á hverju ári en til framtíðar mun skilur þetta okkur meir. Og allar stærri fjárfestingar sem við erum að fara í taka mið af því að veita þessa grunnþjónustu og auka tekjur. En til að summera þetta upp, þá eru lykilmarkmið bæjarstjórnar Árborgar að skuldaviðmið sveitarfélags verði komið undir 150% eins og lög kveða á árið 2028. 3 ára rekstrarjöfnuður A og B-hluta verði jákvæðir árið 2028. Að auka framleiðni á rekstri að jafnaði 500 milljónir króna árlega. Að jafnaði. Launakostnaður Árborg verði komið í 56% rekstrartekjum árið 2025 en það er 60% í dag. Og hjá sveitarfélögum sem við erum að miða okkur við þarna, því að stærsti hluti kostnaður sveitarfélaga eins og kemur frá þarna er launakostnaður, að það er í kringum 50-55%. Þannig við erum þarna að nálgast þann stað. Og ég veit alveg hvað þetta þýðir. Þetta er sátt, en leið þýðir þetta líka það að við viljum auka tekjurnar, þannig að launakostnaður vegi minna í þessari reikniformúlu, en þetta þýðir því miður líka sársaukafullar eins og ég talaði um. En við ætlum að selja byggingarlóðir og eignir fyrir 800 milljónir árið 2023 og svo að jafna því 300 milljónir ári. Auðvitað getur þessi tala að fara upp og niður eftir því hvað við náum og því meira sem við getum gert fljótt, þeim mun meiri og jákvæðari áhrif hefur það til framtíðar. Og við ætlum að fjárfesta fyrir um það bil 2-2,5, það verður nær 2 til ásins 2025 og síðan 1,5 til 1,5 eftir það svo til ásins 2029 með við núverandi forsendur. Við erum að hefja framkvæmdir við þessa fallegu brú og það eru líka að fara að hefjast framkvæmdir við þessa nýju brú sem kemur hérna. Við verðum kannski að svipuðum tíma að klára þessa brú og hinn verður tilbúin. Það gæti staðist. En við viljum að fjármál og rekstur Árborgar verði sjálfbær. Það er markmið sem bæjarstjórn vinnur að og við viljum hafa alla með okkur í því lífi. Og aftur, þakka starfsfólki og öllum sem hafa komið að þessu. Þetta er búið að vera frábær vinna hingað til og nú höldum við bara áfram. Þetta er erfið staða en hún er mjög vel viðráðanleg. Og af því að við erum að bregðast við núna, þá hef ég engar áhyggjur að þetta mun ekki takast. Við vitum að ytri aðstæður eru okkur ofurlítið í dag en það mun breytast. Við þekkjum alveg íslenskt efnahagslíf. Það er örstutt síðan að vaxtastig og verðbólgan var niðri ekki neinu. Og þetta rýkur upp og það er bara því miður. Við búum við þetta á okkar landi. Þetta fer í sveiflum upp og niður. Þannig þetta fer niður aftur og við munum nýta okkur það tækifæri þegar það gefst til góða. Og það má ekki gleyma tækifærunum og öllu því sem þetta samfélaginu. Það er ákveðið lúxusvandamál hjá okkur líka, ekkert lúxus, bara þvílíkur lúxus að það eru bara mikill áhugi hjá fjárfestum að byggja upp þetta. Bæði íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Það er mjög jákvætt og það er eins og ég talaði um, við viljum fara í fjárfestingar sem skapa einhver virði, við viljum fjölga störfum hérna, við viljum ná í verðmætari störf, við viljum halda upp, það er byggjast upp miðbær, við erum að byggja upp íbúðarhverfi en við viljum gera það líka á réttum hrað. Þannig að við ráðum við, vegna þess að það er frábært að íbúar vilja búa hérna og við viljum taka á móti þeim, en við viljum sannarlega ekki að það verði þjónustu skerðing við núverandi íbúa og þá íbúa sem eru þar leiðandi að koma. Þetta þarf að spila í takt. Það er hluti af því sem er verkefni okkar bæjarstjórnar, þetta hangi saman. Og líkt að koma fram einn aðan, við höfum á Suðurlandi tekist á við ýmsar áskoranir áður.
Við höfum farið í gegnum jarðskjálfta, við höfum farið í gegnum kreppu eins og allt Ísland og það eru mörg önnur sveitarfélög sem hafa farið í gegnum sambærilegar aðstæður eða verri og komist út úr því. Þannig að eins og ég segi, við höfum fyllilega trúið að við getum þetta í sameiningu. Við viljum kalla eftir ykkar tillögum og það kemur inn á heimasíðu sveitarfélagsins núna í framhaldinu linkurinn á Betri Árborg og þar verður hægt að koma áfram með ábendingar, tillögur, líka við einhverjar aðrar tillögur. Þannig að við erum að kalla eftir hugmyndir frá ykkur líka. Við ætlum að gera þetta í sameiningu. Og við munum halda áfram með reglulega upplýsingafundi bæði gegnum miðla og svona fundi og ég vona svo innilega að það verði áfram svona góð mæting því það er rosalega mikilvægt að við séum öll upplýst og komum með upplýsingar áfram vegna þess að það hættulegasta sem gerir er að við þurfum að búa okkur til einhverjar skoðanir eða mynda okkur eitthvað eða búa eitthvað til. Við viljum veita réttar upplýsingar. Þannig að við getum öll horft í sömu átt og stefnt að sama markmiðinu. Að öðru leyti, takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Þá erum við bara akkúrat á tíma. Þá er komið að spurningum og þær eru orðnar allnokkrar inn á þessu Slido. Það opna bara á það hérna. En það er einhverjum þeirra, það er búið að svara einhverjum þeirra. En það er þetta fyrsta spurningin og sem að flestir hafa lækað, það er hérna hvaða niðurskurðar tillögur liggja fyrir nú. Ég taki það bara að vera að svara því. Eins og ég sagði á þá er hagræðingarteymi búið að vera að störfum og við erum búin að vera að vinna því núna að taka saman þessar tillögur sem við þurfum að skila inn til nefndarinnar. Og við munum taka fyrir í bæjarstjórn þessar tillögur 27. apríl á bæjarstjórnarfundi. Þá verðum við með pakkan alveg tilbúin og við þurfum að skila honum 30. apríl. Þar munum við leggja fram þessar tillögur þannig að þá verður allt í rauninni komið fram. En að því sögðu þá er það þetta þannig að við erum að vinna nú þegar að allskyns málum, hagræðingartillögum, eins og það til dæmis eins og ég sagði áðan, þar sem að stærsti parturinn er náttúrulega stærsti í fjárfestingunum okkar. Við erum með langmestan kostnaðinn þar og við erum búin að vera að draga úr fjárfestingum og það er ein spurningin einmitt þarna inni. Til dæmis höfum við bara hægt á ákveðnum verkefnum og við getum leyft okkur það þar sem að við erum ekki bundin, en við erum auðvitað bundin eins og í Stekkjarskóla og í fráveitumálum og þar munum við halda áfram. En við munum ekki vera að fjárfesta í einhverju sem er ekki að fara að skapa okkur tekjur eða er ekki grunnþjónusta. Það eru fyrirtæki sem að vilja og hafa mikinn áhuga á koma hingað í kringum nýju brúna og við munum að sjálfsögðu fara út í kostnað þar sem við vitum að við munum fá tekjur ef aðilar vilja koma til okkar. Og þannig ætlum við að hugsa þetta, en til dæmis eins og bara frístundamiðstöð og bara fjárfestingar sem voru á áætlun, við erum bara búin að ýta þeim áfram. Við ýtum þeim bara undan okkur, við erum ekki að segja að það verði ekki, en þær eru ekki núna á þegar við þurfum að í rauninni minnka lántökur. Og það er auðvitað bara þannig í heimilisbókhaldinu okkar líka, við erum ekki að fara að staðin í framkvæmdir sem að við erum ekki bundin að því að gera, það er ekki bara alveg eitthvað bilað, við erum ekki að fara í framkvæmdir ef við höfum ekki efni á því, ef við þurfum að taka lán. Og það er mjög þungt að taka lán eins og kom fram áðan og við viljum auðvitað forðast það í lengstu lög. En við munum halda áfram með alla þjónustu og það er mikilvægt að við þjónustum áfram okkar íbúa og við munum gera það. Og við jáum forstöðumannafundi í dag og það er gríðarlega flottur hópur stjórnenda sem er að fara að takast á við það að hitta starfsfólki sitt á morgun sem eru auðvitað skelkað eftir þennan fund því að við erum að segja frá því að við erum að fara í aðgerðir en við erum ekki komið fram með neinar aðgerðir. Það er munum koma fram eins og ég segi þannig 27. og í framhaldinu við erum auðvitað byrjuð og það hefur komið mismikið við okkur, Það komið rosalega lítið varðandi leikskólana, komið mjög óvart, við vorum að stytta opnunartíma leikskóla og það kom einn póstur þar sem að foreldri í rauninni bara lýsti yfir áhyggjum sínum. En við lokuðum sundlauginni og það komið 33 póstar til í því. Þannig að það er mjög misjafnt hvernig þetta koma við okkur öll og við gerum okkur algjörlega grein fyrir því. En þess vegna viljum við ræða þetta við ykkur og þess vegna hendum þennan fund að því við viljum vera í þessu samtali. Við lofuðum ykkur því að við myndum vera í samtali, við myndum sýna ykkur hvað verður verið að gera og sumir eru óþolinmóðir, aðrir eru það ekki. Við erum að gera þetta á faglegum forsendum
teljum okkur vera búin að rýna þetta mjög vel og þar leiti líður okkur betur með það þó þetta sé ekki eitthvað sem að allt mun leiðast þér endilega mikla gleði en þetta er bara eitthvað sem við erum knúin til að gera. Það eru einhverjar fleiri spurningar. Ekki að fara nokkra ræði Heyrðu, það kemur til dæmis varðandi í spurningu 2. Það kemur til greina að loka á skólahúsnæðinu á Eyrarbakka. Við erum núna með alla skólana í ákveðnu, og nú erum við komið 4 grunnskóla, mjög flotta skóla, 4 grunnskóla sem eru misáþeknir, maður getur bara orðað þannig. Og það verður þannig áfram í sveitarfélagi sem er svona ört vaxandi og hverfin eru að breytast, það er að eldast börnin í ákveðnum hverfum og það er að bætast í börn í öðrum hverfum. Það sem við erum að gera núna með hjálp okkar hagræðingateymis er að við erum komið líkan sem við kallum Árborgarlíkanið, þar sem við erum að máta skólan okkar inn í svona viðmuna líkan sem segir okkur í rauninni með við barngildið með við börn sem eru skráð til náms á hverju hausti, hvað þurfa að vera margir starfsmenn og þá er auðvitað tekið tillit til sérþarfa og barna sem eru tvítyngd og þess að það að taka tillit til. Og þá erum við að vinna með þetta módel og erum þá að gera þetta þannig að skólarnir séu þá í rauninni rétt mannaðir miðað við börn hverju sinni. Ég til dæmis afleik á Mánaveginum og þar voru einu sinni fullt af börnum, svo allt í einu voru allir orðnir mjög fullorðnir þar og engin börn í Vallaskóla. Allir voru konur í Sunnuleikjaskóla. Svo byggjast þessi hverfi upp aftur og það flytur ungt fólk með börn og það flykkjast inn börn aftur í Vallaskóla. Og þetta er bara eitthvað sem við komum til að búa við og með þessu líkani sem við munum nota áfram og vera með áfram í þróun, þá höfum við möguleika að setja skólan okkar inn í líkunin og bara í rauninni fá stjórnendum með okkur í lið til að skoða hvernig við getum rekið eininguna á svona hagkvæmastan hátt án þess að skerða lögbundna þjónustu. Því að það eru auðvitað okkar fremsta fólk sem við erum að tala í grunnskólanum og leikskólanum og við viljum því alltaf best og þar erum við ekki að fara að skerða þjónustu. Þó svo að við hagræðum eins og við getum. Því það er alls staðar möguleiki til að hagræða. Það er einhvern veginn þannig. Já, það er ekki inn í núna neitt hagræðingapakka. Nei, 4. Hagræðingapakkin sem við erum með núna, hann er bara náttúrulega það sem við erum að skoða í fyrsta kasti og við ætlum okkur auðvitað að vinna okkur út úr þessu. Eins og staðan er núna, þá er þetta það sem við leggjum fram 2007 og þar erum við bara að horfa svona þvert á. Ég talaði 4 grunnskóla. Við erum með 4 grunnskóla í sveitarfélaginu Árborg. Eins og staðan er í dag. Ég ætla að skipta yfir okkur á fleiri svaraspurningum, ég ætla ekki að taka þær allar. Það var komið fram spurning hver var loka kostnaður við fjölnota íþróttahús, það kom fram áðan. Eru uppsagnir yfirvofandi? Mun bæjarstjóra þá fækkaði meir? Það var eitt hættum áramót, ég get sagt ykkur það. Kemur til greina að selja Selfossveitur. Það hefur til dæmis ekkert komið til tals og er ekki inn í þessum hagræðingatillögum. Við erum bara að horfa á það sem forstöðumenn hafa komið með sem hagræðingatillögur innan sinna deilda og það er bara mjög góðar hagræðingatillögur sem við erum að taka áfram. En auðvitað eins og Bragi sagði áðan og Róbert og Magnús að þá erum við líka að horfa til sölu eigna og erum að horfa á tekjuhliðina því við þurfum að efla tekjuhliðina til þess að við getum haldið þjónustunni. Og auðvitað er það þannig að við erum að horfa á einhver x% af starfsmanni sveitarfélags á hverja 1000 íbúa eftir sem okkur fjölgar því meira lækkar þessi prósenta. Þannig að það er svo margt sem vinnur með okkur. Það var komið hlutfall launakostnaðar í Árborg í samanburði við önnur sveitarfélög. Við vorum með það áðan inn í ykkar glærum, alvegstrákar. Mun þurfa að segja upp starfsfólki sem vinnur fyrir Árborg. Ég ætla líka að svara því beint. Ég get ekki sagt hvort og hverju það verða en það er í svona hagræðingar að fasta þess að verum í, þá er það óhjákvæmilegt að það verða einhver uppsögnir. Við erum auðvitað að horfa á það að þar sem að fólk er að hætta, bara eins og maður segir vegna þess að það er að fara til starfa annars náttúrulegum orsökum, þar erum við ekki að ráða inn aftur. Við erum með ráðningabann og höfum verið að skoða allar stöður. Bara ef einhver segir upp, þá skoðum við það með viðkomandi sviðsstjóra á hverju sviði fyrir sig
getum við hagrætt, getum við einhvern veginn breytt þessu, þú veist, sumstaðar er það bara þannig, það verður alltaf að koma maður í manns stað. Þó ég yrði veik í minni vinnu, þá geti sá stóll staðið auður, því að það var einhvers að tækja það. En þar sem eru börn, þar verða að vera, þar verður bara að vera x margir að vinna og þá þarf að ráða inn. En við erum að taka á þessu svona jafnt og þétt og við erum búin að vera að vinna því að þá í rauninni fækka stöðugildum án þess að það sé gert á einhvern sársaukafullan hátt. Ég ætla að leyfa Braga að koma af stað. Það er búið að svara hérna á að lækka laun bæjarfulltrúa og nefndarmanna voru öll lækkuð frá með febrúar eða frá 1. mars. Bragi, vilt þú kannski koma að taka hérna næstu? Hvaða fjárfestingu sjáu þið? Já, ég ætlum að svara því. Já, ég bara að taka hérna ræð. Já, ég æfði mig svo í gær þegar blaðamenn komu í sveitina. Já, hvernig ætlum við að laða nýtt fyrirtæki til sveitarfélagsins? Bragi, vilt þú taka þetta? Taka næstu nokkrar? Ég kom hingað hérna. Já, ég kom hingað svo. Herðu, fjárfestingar sem við sjáum hægt sé að fresta. Nú þegar erum við búin að fresta meðal annars uppbyggingu af frístundamiðstöð sem við vorum með. Nú erum við að finna í rauninu og það er bara hluti af því sem starfsmenn hafa verið að aðstoða okkur við, er að finna lausnir fyrir þá þjónustu sem við. Hvernig getum við nýtt fermetra sem sveitarfélag mögulega líka betur? Og það er bara eina af þeim aðgerðum sem er í gangi, þannig að bara svona til að benda á eina fjárfestingu strax, þá getum við geymt þessa fjárfestingu þar til síðar og það telur strax hjá okkur, fyrir utan fjölmargar svona minni fjárfestingar sem hafa komið. Ég er ekki með svörin við þessari með varandi tölvudeildina, en það hefur allavega gengið allt vel í vetur hjá okkur, svo við höfum það bara hreint út. Það er búið að svara náttúrulega spurningur almennt launa, kostnað og hvað gæti þurft að gerast eða hvað sársaukafullu aðgerðir gæti þurft að fara í. Við erum nú þegar búin að lækka laun og þóknanir bæjarstjórnar og bæjarstjóra og þetta er allt opið sem verður áfram til framtíðar. Það er spurt því miður og það er eitt af þessu sársaukafullu sem er í þessu. Og ömurlegt að þurfa að gera að við erum í rauninni strax í sumar að bjóða upp á minni sumarraunu fyrir unglingana og það er leiðilegt. Það er ekkert létt út að taka slíkar ákvarðanir. Þetta er bara eina af þeim aðgerðum sem við þurfum að taka til og það snýr líka því að þá erum við að ráða færri sumarstarfsmenn sem er gríðarlegur kostnaður fyrir sveitarfélag. En við viljum samt reyna að koma með einhverja móta, það verði einhver þjónusta í félagsmiðstöðinu móti sem er margfalt ódýrari, þannig að krakkarnir hafi eitthvað við að vera. En þetta er leiðilegt. Og það eru bara sumar aðgerðir sem við munum þar í sem verða bara leiðilegar og þær verða sársaukafullar. En við þurfum að taka þær. Það er bara hlutur af því að vera í bæjarstjórn eins og bæjarfulltrúar þekkja. Við þurfum að taka líka erfiðu ákvarðanirnar til þess að koma sveitarfélaginu okkar út úr þessari stöðu. Það er bara bláköld staðan og við ætlum okkur að gera það. Já, við erum að íhuga sölu á eignum. Það er verið að skoða hvaða eignir það geta verið. Já, það var á 3 ára áætlun hjá okkur og það er rauninni bara eitt af þeim sem fellur út. Og við erum að skoða íþróttamannvirki, annað sem tengist því sem er kannski innan 3 ára áætlun hjá okkur sem bara vítum á undan okkur eða fellum allan út á frestum í rauninni. Því að svo sannarlega verðum við að hugsa það. Við komumst út úr þessu og við getum haldið áfram til framtíðar og þá viljum við hafa þessi verkefni líka tilbúin, þannig að við erum að undirbúa líka fullt af verkefni. Og í deiliskipulag og skipulagsvinnu hjá okkur viljum við hugsa áfram til framtíðar. Það er gríðarlegt tækifæri sem liggur hjá okkur núna gagnvart Austurveginum og Eyrarveginum þegar nýja brúin kemur. Og þetta er skipulag sem við þurfum að vinna að vegna þess að það eru bara fullt af aðilum sem vilja byggja við þetta og við viljum vera tilbúin þegar því kemur. Því þetta er tekjuaukandi fyrir sveitarfélagið, þetta er virðisaukandi fyrir okkur íbúana, bæði í menningarlífi og verslun og þjónustu og það er jákvætt. Býr til fleiri störf. Það var lækkað í rauninni í janúar, til þess að svara þá þeirri spurningu sem kom inn á Slido.
þá var raunin lækkað 5% af alla í janúar, alla tóknanir fyrir bæjarfulltrúa og það skila sér í rauninni í rúmlega 21 milljón inn í hagræðingarpakkann. Einkaselir sem eiga hverfi, hversu mikið? Ég ætla að biðja fólk að koma með spurningarnar sinnar í gegnum slæðin. Það bara alveg, og fundarstjóri tekur aukur orð. Kemur til álita að fækka. Sko, það var samþykkt á síðustu kvöldum að fjölga upp í 9 samkvæmt reglum bara sveitarfélög og þar af leiðandi getum við ekki lækkað. Þannig að það sé bara, ekki að fækka þeim, það bara svona það sé skýrt. Upp í 11. Hvernig með fullt af spurningar sem hafa komið. Það frábært að sjá bara þátttökunni í fullu. Ekki það? Mér langaði kannski að nefna áður í sambandi við, af því það kom þarna fyrirspurn í sambandi við kostnaði við tölvudeildina. Mér langaði kannski að koma inn á þar vorum við náttúrulega að horfa á það í stærra samhengi. Þar þurftum við orðið að votta sveitarfélag okkar stærðargráðu, þar voru það að vera ISO-vottun sem að það svaraði ekki kostnaði fyrir okkur sveitarfélag að fara að gera sjálf, þannig að þess vegna vorum við að úthýsa því. Þannig að það er kannski svona meira þar líka á bakvið. Það kan koma því kannski líka að þú veist, við erum bara, sveitarfélag eru mjög mismunandi, þau eru mismunandi samsett, það meina ég hvað varðar barnafjölskyldur og hversu margir eru komnir yfir ákveðinn aldur, hvernig er samsetning bara útsvartins. Við erum til dæmis, sem kom fram áðan, frekar lág í útsvari, við erum með margar fjölskyldur sem er vel, við verðum með fullt af sérfræðingum í framtíðinni, en þetta gerir það verkum að við þurfum að kannski fjárfesta í innviðum sem að lúta af grunnþjónustu við þessa einstaklinga, skilur þessar fjölskyldur. Það var ein spurning sem kom, var ekki búin að svara varðandi hvernig við stöndum varðandi leikskólana og mér langaði kannski þó að segja það að svara því að við stöndum vel, við stöndum bara svipað og gert síðustu ár. Við erum með núna eftir að Stekkjarskóli flutti inn í nýtt húsnæði, þá erum við með húsnæði, bráðabirgðahúsnæði sem er náttúrulega alls ekki bráðabirgðahúsnæði, bara bílt húsnæði. Þar erum við með núna erum við að fara að opna deildir, leikskóladeildir, sem við munum opna í ágúst líklegast, en auðvitað aðeins hæging á bara vexti sem er bara kannski ágætt. Þetta er svona ytri aðstæður líka stuðla því. En við erum þar með húsnæði sem við erum að fara af stað með 2 leikskóladeildir í haust sem að muni tilheyra Jötunheimum og svo höfum við þá möguleika þar á því að fara í fleiri deildir. Þannig að við stöndum bara mjög vel þar. Í þessari hagræðingu þá einmitt líka fórum við gegnum bara alla leikskólana og skoðum það líka barngildi og hvort það einhverju möguleikar og það reyndust þar tækifæri. Þannig að við höfum líka verið að fá alls konar bara út úr þessari góðu vinnu mjög mikið á tækifærum. Þannig að ég tel það bara vel að við séum búin að vera að vinna þessa vinnu. Og ég hvet ykkur af því að ég er náttúrulega mjög leið yfir því að glærurnar komast ekkert inn á netið. Ég er búin að fá póst frá góðum vinnum mínum sem að hefði sjálfsögðu vilja geta hort á glærurnar leið og þær voru kynntar því að það er algjörlega meika engan sens fyrir þann sem þekkir ekki vel inn á svona tölur að vera að horfa á þetta heima. En við munum setja þarna inn og endilega sendið okkur bara eins mikið og bæði það sem okkur finnst ekki gott og það sem ykkur finnst gott og þau tækifæri sem að þið sjáið bara hjá okkur, því það er fullt af tækifærum, að senda okkur inn á mín árborg og vera algjörlega óhrædd við það, því að það verður þar líka tekið saman og við munum halda ykkur upplýstum. Það eru hugmyndir líka að vera með fleiri íbúafundi, mögulega kannski í haust eða þegar bara nálgast jólin og þá myndum við taka aftur samtal. Er þetta spurning úr sal sem er ekki í boði? Já. Bitu, það var ekki gott. Já, takk. Fasteignagjöldin. Já. Fasteignagjöldin, við lofuðum að koma til móts við íbúa og þegar við fórum að skoða þetta betur þá var það þannig að jöfnunarsjóður hann náttúrulega greiðir ekki þeim sem eru ekki með fulla prósentu, þeir greiða þeim minna. Þannig að við pröfum á það ráð að við gátum ekki fara að lækka eins og við lofuðum og tapa þar tekjum og tapa tekjum frá jöfnunarsjóði, bara sem sé alveg heiðarleg.
Þannig að við brugðum á það ráð að lækka vatnsveitu- og fráveitukjöld sem voru í hæstu hæðum og lækka það örlítið til þess að geta komið til móts við íbúa út af þessari gríðarlegu hækkun. Hækkunin á okkar svæði var alltaf 38% á sumuhúsnæði, að meðaltali 32% og raunhækkunin var 11%. Það mér sagt þeir sem hafa reiknað það. Þannig að 11 til 17%. Þetta er aðeins misjafnt eftir hvar þú ert í sveitarfélaginu hversu mikil hækkun var á húsnæði. En eins og staðan er núna, við erum ekki að fara að hækka fasteignagjöld núna, þau eru bara eins og þau eru út þetta ár. Það liggur fyrir að mér finnst mjög líklegt að fasteignagjöldin muni hækka aftur að ári, þú veist, því að fasteignamati er yfir svona 2 árum að eftir og það hefur orðið gríðarlega hækkun hérna. Þannig að það sem ævisparnaðurinn okkar sem við erum að fjárfesta í húsinu okkar eru að hækka sem er vel. En auðvitað er það ekki eitthvað sem við erum með í vasanum að við þurfum að greiða af og allt það. En ég held að það er allavega eins og í svarspurningunni beint, við erum ekki að fara að breyta neinu núna. Veist, þetta er bara áfram gakk. Er ég að skauta það með fleiri spurningum? Hún er 1 mínútu í, það er eitt svar eftir. Sigurfinnur sendir að fá íbúar að kjósa stærstu niðurskurðar tillögurnar. Íbúar eru búnir að kjósa, þið kusuð okkur, við erum að reyna að vinna öll saman og standa í brúnni og ætlum að gera þetta okkur öllum til hagsbóta því að við höfum mikla trú á þessu verkefni, við höfum mikla trú á því sem liggur fyrir þessari áætlun og ég bara hef trú á því að við munum sigla út úr þessu fyrir en við ætlum okkur. Þannig að ég ætla ekki að segja neitt meira en allt sem ég sagði núna sem var mjög stórt. Bara þakka ykkur fyrir komuna, klukkan er að detti í nákvæmlega 12 og hvet ykkur til þess að taka áfram þáttinn á íbúasíðunni. Takk fyrir mig.